Eins marks tap á móti Tékkum, þetta hlýtur að vera svekkjandi? Já, gríðarlega svekkjandi. Ótrúlega stolt af stelpunum og væntanlega þeir sem horfðu á leikinn heima geta verið sammála því að þær lögðu gjörsamlega allt í þennan leik, líf og sál og svekkjandi að horfa tilbaka og sjá að við erum í stöðunni 19-16 og í þeirri stöðu erum við komin áfram. Þannig að það var mjög stutt á milli. Tékkarnir eru með frábært lið og búin að vinna í æfingarleikjum, unnu Pólverja og unnu Austurríkismenn og einhver fleiri lið. Þannig að við eigum náttúrulega væntanlega eitthvað í land, við komumst ekki áfram. Stelpurnar byrjuðu leikinn alveg vel og komist á gott skrið og voru með 2 marka fórst í hálfleik. Þannig að þær, eins og segir, gáðu allt í þetta og voru að spila ágætlega á tímabili og bara mjög vel. Já, bara gríðarlega vel. Við fyrir með einhver 8-9 dauðafæri í fyrra hálfleik held ég meira að segja. Og mér fannst bara vanta Hesluminn að klára þetta. Við hefum getað verið með 5-6 marka fórst í hálfleik, jafnvel. Vantaði náttúrulega bara smá reynslu á stelpunum að spila svona leiki. Þetta er þriðji landsleikur sem að spila og þetta kemur. Ég hef gríðarlega trú á þessu liði og uppleggið fyrir leikinn, mér finnst það ganga bara vel. Gríðarlega svekkjandi að tapa mútið leikjum, gríðarlega svekkjandi að tapa mútið Færeyjum og Rússum svona stórt. En þeir sem að horfa á leikina geta kannski tjáð sig um þetta og séð að við þurfum bara að fara í endurskoðun varðandi okkar starf í kvennaþjálfun. Ísland hefur aldrei átt lið í lokamóti U17, aldrei. Og við heldum við einu sinni á senustu 10-12 árum komast á lokamót í yngri flokkum kvenna. Þannig að það er bara eitthvað sem við þurfum að breyta einhverju, það er alveg ljóst. Og Rússarnir eru að æfa saman 4 tíma á dag, alla virka daga, allt árið, landslið. Færeyingarnir eru að hittast einu sinni í mánuði, heila helgi fyrir utan landslæðingar. Og Tékkarnir eru með eitthvað svipað prógram. Þannig að við þurfum bara að fara að endurskoða hvað við getum gert til þess að koma okkur að hærri stall. En að loka mínútum að missa þetta svona fram úr, hvað fannst það vanta upp á? Við fáum klefa 2 mínútur á okkur. Það var gríðarlega dýrt. Við heldum klúðum á þessum tíma líka einhverjum 5 dauðafærum. Þetta bara vantaði sárlítið upp á og ég held að geta allir sammála því að stelpurnar stóðu sig gríðarlega vel í þessum leik en það bara féll ekki okkar megin. Hvað tekur nú við hjá stelpunum? Það er bara, núna þurfum við bara að endurskipuleggja, við erum ekkert út í sumar þannig að við þurfum væntanlega bara að æfa kraftið hérna meira og raða bara upp næstu 2 árum og svo hvernig við getum undirbúið þessi best fyrir komandi átök.